heiti Gunnar Björn Björnsson. Ég stærðfræðikennari að mennt, framhaldsskólakennari, og í þessu stutta vídeói ætla ég að kynna námsefnisgerð eða sem sagt vef sem inniheldur námsefni Vigra og Hornafell. Við skulum byrja á því að opna vefinn sem hefur slóðina algebra.is og hér hann kominn. Vegurinn byrjar hérna á smá kynningu á Vigrum og Hornafellum og stöðu þeirra námsþátta innan skólakerfisins. Ég ætla ekkert að vera að lesa þetta neitt eða fara í þetta, en þetta getið þið einfaldlega að skoða á netinu. Tilgangurinn með þessu öllu saman ekki bara að kenna námsefni Vigra og Hornafell, heldur að hjálpa nemendum við merkingasköpun. Það sem ég á við með því að ef að menn skapa hugtökum stærðfræðinnar ekki merkingu, þá skilja þeir í raun og veru ekkert hvað þeir að gera og þaðan af síður til hvers þeir eru að því, og þá svo erfitt að vera að læra þetta með, sem einhverjar endalausar þumalputtareglur. Kosturinn við Vigra og Hornafell að það hægt að fjalla þau bæði út frá svona sjónarhorni algebrunar, en einnig eru þessi hugtök frekar rúmfræðileg og eru því í eðli sínu líka sjónræn. Þannig að þessi vefur einhvers konar svona tengibrú milli algebrunar og þess sjónræna og svona, á að hjálpa nemendunum við að skapa hlutunum merkingu. Þá ýmist í gegnum sýnikennslu eða uppgötvunarnám. Hvað varðar vefinn sjálfan, þá hef ég skipt námsefninu í 4 kafla. Sá fyrsti fjallar Vigra, annar kafli heitir Hornafallareikningur, þriðji kafli fjallar tengsl Hornafalla við þríhyrninga og að lokum 4. kaflinn sem heitir einfaldlega meira Hornafell. Þessi vefur samanstendur af vídeófyrirlestrum og einnig verkefnasafn sem fylgir með og verður nánar komið að notkun þess innan skamms. Í öllu námi skiptir máli að vita til hvers ætlast að manni og svona hvaða hæfni viðmið eru svona til hliðsjónar. Þess vegna setti ég hérna hæfni viðmið inn á vefinn og hér hægt að lesa þau bara lið fyrir lið, en einstaka kennurum þetta frjálst að nota þessi hæfniviðmið eða setja sín eigin. En hér allavega svona eitthvað grunnur að hæfniviðmiðum. Við skulum gefa okkur það að nemandi sé búinn að kynna sér hæfniviðmið, til dæmis fyrir kafla 1 eða í raun einhvern af þessum 4 köflum, að þá þetta tvennt sem tekur við. Það annars vegar að fá leiðsögn og hins vegar að þjálfa sig með því að leysa verkefni. Til þess að fá leiðsögn fyrsta kafla, þá förum við einfaldlega hérna í kafla 1 Vigrar. Smellum hér á og þá birtist hérna á vefnum þó nokkur fjöldi vídeóa sem fjalla öll afmarkaða þætti innan Vigra. Og við skulum skoða eitt þeirra, til dæmis þetta hér. Komiði sæl. Þetta vídeó heitir einfaldlega samsíðungar. Tilgangurinn með þessu vídeói að læra það hvernig við getum notað Vigra til að skilgreina samsíðung og nota svo reglurnar á síðasta vídeói sem hét miðpunktur striks til þess að leiða út svona fleiri eiginleika samsíðunga og þar af leiðandi munum við þá eiga auðvelda með að reikna dæmi tengt samsíðungum. Við skulum byrja á því að skilgreina hvað samsíðungur
Ferhyrningurinn ABCD kallast samsíðungur ef að vigrarnir AB og DC eru eins. Vigrarnir AB og DC geta auðvitað haft alls konar stefnur og alls konar lengdir, en í samsíðungum þá eru þeir sem sagt alltaf eins innbyrðis. Í samsíðungum þá gildir eiginlega líka að vigurinn BC er jafn vigrinum AD. Það virðist vera af myndunum að dæma að þeir séu eins, en við skulum sanna það með formlegum hætti. Við þurfum bara að sýna að BC sé jafnt og AD. Við notum innskottsregluna tvisvar. Sem sagt, rauði viðurinn BC, hann jafngildi því að fara frá B yfir í A, frá A yfir í D og frá D yfir í C. AB er í raun og veru bara BA með öfugri stefnu, þannig að AB er samlagningarandhverfum af BA, þess vegna set ég mínus AB í staðinn fyrir BA. Við vitum auðvitað að vigurinn AB er jafn vigurinn DC, það er bara samkvæmt skilgreiningunni á samsíðungi. Þess vegna set ég bara DC, það er að segja vigurinn DC í staðinn fyrir AB. Samkvæmt víxlreglunni þá megum við breyta röð vigrana hægra megin í jöfnunni. Tveir öftustu vigrarnir hægra megin detta einfaldlega út, vegna þess að vigurinn DC mínus vigurinn DC hlýtur að vera núllvigurinn, og því stendur eftir að BC er jafnt og AD, og það er akkúrat það sem við ætluðum að sanna. Þetta var sem sagt sýnishorn af einu vídeóna, en til þess að sjá vídeó fyrir kafla 2 þá förum við bara hérna í tengilinn fyrir neðan, og sama gildir kafla 3 og kafla 4. Það hefur auðvitað sína kosti að vera með fyrirlestrana í formi vídeóa, meðal annars af þeirri ástæðu að nemendur komast ekkert alltaf í tíma. Þeir geta verið veikir eða þurft að fá leyfi af ýmsum ástæðum, og auk þess sem að þeir geta endurtekið fyrirlestrana eins oft eða sjaldan að þeir vilja. Þetta og auðvitað ekki við hefðbundinn fyrirlestur í kennslustofu nema sé tekin upp. Jæja, næst langar mig að sýna ykkur verkefnasafnið. Það verður auðvitað engin góður í stærðfræði án þess að æfa sig í henni. Og verkefnasafnið er hérna á grænu stikunni, hérna næst neðst. Hér kemur verkefnasafnið. Þetta er hægt að nálgast hvar sem er og hvenær sem er. Ég ákvað að láta verkefnasafnið heita Ólán að gleyma bókinni. Þá er ég svona að vísa til þess hvað hinn hefðbundna útprentaða kennslubók er í raun takmörkuð. Það er auðvitað ekki hægt að nota kennslubók, hvorki til þess að leysa verkefni eða til þess að lesa, ef maður gleymir að taka hana með sér. Fyrir utan það hvað hún gerir skólatöskuna mikið þyngri. Þetta er sú leið sem að ég kaus að fara, að nemendur sæki verkefni sín einfaldlega á netið. Þetta skjal hefur í sjálfu sér einkenni hennar hefðbundnu bókar að sumu leyti. Til dæmis er hérna efnisyfirlit, en það er ýmislegt frábrugðið með þessari bók og hefðbundinni útprentaðri bók, er að það er hægt að stækka og það er hægt að minnka, sem maður getur auðvitað ekki gert við hefðbundna útprentaða kennslubók. Og að auki þá er hægt að smella á einstaka undirkafla
og eins og ég ætla að gera hér, ég ætla að smetla á kósinusreglu og við skulum sjá hvað gerist. Jæja, þegar hér er komið við sögu þá höfum við sem sagt fundið verkefnakaflann 3.3, kósinusregla. Hér eru ýmiss konar verkefni. Sum þeirra leysir maður með hefðbundnum hætti með því að nota bara reiknivöl, blýant og blað. En önnur þeirra eru svona, heldur rafrænni, eins og ef við tökum sem dæmi hérna 3.15. Þar er gefið upp að þríhyrningur hefur hliðalengdina a saman sem 3 og b og c eru 6 og það á að nota kósinusreglu til að finna hliðalengdirnar. Þið takið eftir því í 4. lið þá er nemendum bent á að nota hjálparforrit og við skulum sækja það. Það heitir kósinusregla, finna horn þegar 3 hliðar eru gefnar sem er á vefnum. Og nú við förum bara hérna í GeoGebra-verkefni og undir kafla 3 er meðal annars þetta hérna kósinusregla. Við smellum á þetta. Hér er komið upp hjálparforrit þar sem við getum látið a vera til dæmis 3, b vera 6. Þið sjáið að myndin uppfærist jafnóðum og c átti líka að vera 6. Þessar hliðarlendir geta þetta verið hvað sem er. Nemandinn leysir þetta svo með kósinusreglu en hakar svo í hérna og sér þá réttar hornastærðir koma fram. Svo er auðvitað hægt að breyta hliðarlengdunum á alla kanta sem hefur auðvitað áhrif á hornastærðirnar sem von er. Þá er komið að því að enda þessa stuttu kynningu. Þetta var í raun og veru kynning á mér sem kennara og minni námsefnisgerð. Ég vona að þetta námsefni komi sem flestum að gagni og ég þakka ykkur kærlega fyrir, eigið góðar stundir. Bless.